Komið sæl öll sömul. Þá er komið að 8. hluta umfjallarinnar Roy DeMeo. Það er óhætt að segja að þetta verkefni hafi undið upp á sig, enda nóg að taka. En það styttist í endalokin og 9. áratugurinn mun marka upphafið á endanum hjá DeMeo og lærisveinum hans. Margir kannast við að glíma við andlega erfiðleika á einhverjum tímapunkti í lífinu. Algeng dæmi, þunglyndi, kvíði og almennt neikvæð sjálfsmynd. Mér er alveg sama hver þú ert, hvort þú sér Churchill eða einhver æstitæknir. Langflestir hafa einhvern tímann byrjað að efast eigin ágæti og þar af leiðandi eigin sjálfsímynd. Eftir morðið á Rosenberg DeMeo byrjar að þróa með sér alvarlegt þunglyndi, enn alvarlegra en það hefur verið til þessa. Og hvað gera menn? Jú, þeir reyna að deyfa það niður og DeMeo byrjar að deyfa það niður með lyfjum og áfengi. En þeir sem standa honum næst sjá að það er eitthvað ekki eins og það á að vera. Sveiflurnar, við höfum talað þetta áður, sveiflurnar í líkamsþyngd DeMeos hafa alltaf verið töluverðar. En þarna undir lok 8. áratugsins er hann komið með myndarlega ístru og enn meiri áberandi undirhöggu. DeMeo er áfram duglegur að lyfta og allt það, en það vantar ekki vöðva á hann, en lifnaðarhátturinn er farinn að taka sinn toll. Svefnleysið hækkar blóðþrýstinginn og truflar hjartsláttinn og fleira. Hann er alltaf rauður í framan og fólk tekur alveg eftir þessu, hann lítur bara illa út. Undirmenn DeMeos taka eftir þessu og hafa áhyggjur, en þeir eru áfram trúir honum og þeir vona að hann nái sér upp úr þessari lægð, því það veltur alltaf honum, þetta er skipstjórinn. En það er eitt ef undirmenn þínir hætta að trúa þig. Það er reyndar mjög langt í það að þeir þori að storka foringja sínum. Það sem verra er fyrir DeMeo að eini maðurinn sem hann er hræddur við, herra Nino Gacci, er farinn að taka eftir baugunum, aukakílóunum og geðlægðinni. Í samtali við Montiglio og frænda sinn veltir Gacci fyrir sér hvernig DeMeo muni höndla rannsókn frá yfirvöldum. En reynslan sýnir að andlega veikir einstaklingar eru mun líklegri til að brotna undir áreiti frá lögreglunni og erfiðum yfirheyrslum. Mafían gefur lítið fyrir afsakanir kulnun eða önnur andleg veikindi. Það er ekki í boði að leita sér hjálpar frá einhver geðræktarteymi, það er alveg big no-no. Glæpamenn og jafnvel voldugir mafjósar hafa verið drepnir fyrir það að fá Alzheimer, það eru dæmi það. Þegar menn eru hræddir þú fær Alzheimer og þú byrjar að blaðra á öllu mögulegu. Þannig menn hafa verið myrtir, þetta er náttúrulega gríðarlega harðneskjulegt, því þetta líf er dauðans alvara og nálgun mafíunnar er svo að það verður að vera hægt að treysta á þig og þú færð aldrei nota bafans. Þú ert frekar bara myrtur. Þrátt fyrir erfiðleika þá heldur DeMeo áfram að stýra skútunni eins vel og hann getur og það gengur alveg þokkalega þrátt fyrir allt saman. Það er svolítið erfitt fyrir mig sem svona sögumann að hrósa einstaklingi eins og DeMeo. Þetta er morðingi sem er með puttann í bil öllu sem er ólöglegt. En það verður ekki tekið frá honum að hann var góður leiðtogi heilt yfir. Ég var að horfa á viðtal við Pete LaFrosia og þar var hann beðinn að segja eitthvað jákvætt fyrrum yfirmann sinn Roy DeMeo. LaFrosia segir að DeMeo hafi alltaf verið fyrstur inn dyrnar og seinastur út. Það var ekkert sem DeMeo ætlaðist til af sínum mönnum sem hann hafði ekki gert sjálfur. Það er ekki ástæðulausu að DeMeo náði svona ofta hámarka frammistöðu sinna manna og hann þótti að einhverju leyti vænt þá og var tilbúin að hætta sínu eigin lífi til að vernda þá, samanber Rosenberg og Grillo þar á undan. DeMeo reyndi allt sem hann gat til að bjarga Rosenberg og setti sjálfan sig í hættu í kjölfarið og með Grillo eytti hann milljónum í að borga upp skuldir hans. Það má segja sama Gacci að einhverju leyti. Það er ekki margir mafíukapteinar á 60 aldri sem eru í því að skjóta fólk niður út á götu bara hábjartan dag. Þetta eru menn sem svona eins og ég segja á ensku lead by example. Skyndilegt brotthvarf Rosenberg úr hópnum var högg, heilmikið högg, ekki bara fyrir persónuna Roy DeMeo. Hann var þénari og það verður erfitt að fylla það skarð sem hann skildi eftir sig. Og nú þarf DeMeo að ákveða hver verður númer 2. Hver er líklegur kandidat til að vera staðgengill DeMeos. Það voru bara 2 sem kom til greina, Henry Borelli og Joey Testa. 2 góðir kostir. Borelli var búinn að vera
lengur með DeMeo en Testa og einnig 7 árum eldri. Þráttur að Borrelli væri frekar illa gefinn, þú gast ekkert rætt við hann stjórnmál eða eitthvað þannig séð, en hann kunni vel á göturnar. Sömu sögu var að segja af Testa. En það sem vann á móti Borrelli í gegnum alla hans tíð sem glæpamaður var að hann var einu sinni skráður kadett í lögreglunni. Það var svolítið í lögregluskólanum, sem þýðir að hann mætti aldrei vera innviður inn í mafíuna, bara ef hann unni með löggæslu aðilum. Mafían alveg skýr með það að enginn sem hefur unni í lögreglunni, tollinum, landhelgisgæslunni eða álíka stofnunum má verða innviður meðlimur. Mátt vera fyrrum hermaður, en alls ekki hafa unnið eða sótt inngöngu í neinum löggæslustofnunum. Þótt Borrelli væri fyrir löngu búinn að sanna sig sem stand-up náungi, þá vinna þessir örfáa mánuðir þar sem hann var lögreglunemi á mótum. Þetta er ákveðin hindrun í raun og veru hans frama. En ef við tökum Testa, þar hins vegar eru ákveðnir hlutir sem vinna með honum. Hann tók allt sem hét Cosa Nostra mjög alvarlega, ekki dósupp á Gatsi gerði. Testa var aldrei seinn eða þunnur á fundum. Þetta djammaði hann eins og fyrir allir, en hann spólaði sjaldan yfir sig. Gatsi hefði alltaf fílað Borrelli, en hann tók eftir því hvernig hann og Monticchio höguðu sér og kendi Borrelli að einhverju leyti ástandi á frænda sínum. Borrelli og Monticchio voru, eins og áður komið fram, mjög nánir, djamfélagar. Þannig þverrandi álit Gatsis á Borrelli hafði áhrif á ákvörðun, sem á endanum var það auðvitað DeMeo sem þurfti að taka þessa ákvörðun, sem var erfið, því Borrelli var á sínum tíma ekki sáttur að Rosenberg hefði verið valinn númer 2 í staðinn fyrir sig hann árum áður. Hvað það núna verði mikið yngri Testa yfirmaður hans. DeMeo myndi þurfa að friða Borrelli með því að beina arðbærum fjárfestingum í áttina að honum sem hann nú gerði. Og endanum var það Testa sem hlaut nósið og flestu fannst það verðskuldað. Elja og vinnu sem jú grundvöllur árangurs. Þráttur að vera af Nýjaskólanum var Testa með marga eiginleika sem gömlu mafíuhundarnir kunna meta. Hann reglaði hverfið sitt. Ef eitthvað fór yfir strikið voru tvíburarnir og kó mættir á svæðið. Það gerist nokkru sinnum. Borrelli virðist hafa verið fljótur að jafna sig á að hafa verið sniðgenginn og það breytir ekki, hann var líka alveg, hann og Testa voru nánir, en þó ekki eins nánir og Testa og Sendir. Þeir voru svo sannarlega góðir vinir. Þráttur í svik og bræðravík innan mafíunnar þá voru þeir alltaf hollir hvor öðrum. Þegar hópurinn er leystur upp eftir morðið á DeMeo hann 83, fara tvíburarnir saman yfir til Lucchese fjölskyldunar og Gaspar Picasso verður þeirra nýi lærifæðir. Talandi að fara úr öskun í eldinn. En allavega, þrátt fyrir að vináttan hafi í grunninn verið á jafnvægis grundvelli, þá var það alltaf Testa sem leiddi. Það var ekki eins og Sendir hefði verið í tíkin að segja hægri hönd hans per se langt í frá, en Testa var meiri hugsuður. Hann hugsaði fyrir þá báða eiginlega. Einhverjir af ættingjum Senders hafa komið fram og vilja meina að það hefði fyrst og fremst verið Testa sem hefði spillt honum og dregið hann út í glæpi. Það er kannski eitthvað til í því, en við verðum samt að hugsa þannig að það hefur ekki verið erfitt að spilla Sender, af því hann kemur sjálfur úr sannkallari glæpa fjölskyldu. Testa var meira svona típan sem var, eins og ég sagði áðan, Cosa Nostra through and through, ekkert ósvipað á Gatsi. Og meðan Sender var frekar eins og óþokki, svona hverfishúllum sem flaut með straumnum. Það er alltaf nóg að gera í bílabransanum og eftirspurnin frá Miðausturlöndum er mikil á þessum árum. Nýríkir Arabar elska stóra flotta ameríska bíla. Haustið 79 fljúga 2 viðskiptamenn að nafni Khalid Daoud og Abdullah Hussan frá Kúveit til New York. Tilgangurinn að kaupa notaða bíla til þess að selja í heimalandinu. Og þessum tímúti er DeMeo hópurinn að selja mikið af bílum til Miðausturlanda og eftirspurnin frá Kúveit er töluverð og hún er bara að aukast. Þessir viðskiptamenn frá Kúveit voru báðir metnaðarfullir en með ólíkt siðferði. Daoud var hreinn og beinn á meðan að Hussan var nokkuð sama hvernig hann greiddi pening. Daoud og Hussan funda með bílasala nafni Ronald Justica
en Justica á þessum tíma í miklum viðskiptum við DeMeo-hópinn. Justica er langt frá því að vera ógnandi týpa og hann tók sjaldan beinan þátt í ofbeldinu, en Justica var ósvífinn og vissi alveg hvað hann var kominn út í með mafíunni. Á fundinum segist Justica geta reddað þeim notuðum bílum á besta verði bæjarins, sá hængur sé á að bílarnir eru stolnir. Hussain, hann var ekki lengi að samþykkja viðskiptin, en Daud var ekki sáttur. Eftir fundinn ákvað Daud og Hussain að slíta samstarfi, þeir voru klárlega ekki á sömu blaðsíðu. Hussain fundar aftur með Justica og samþykkir að kaupa mikið magn af stolnum bílum frá þeim. Eftir þennan samning var Kúveit orðinn stærsti markaður DeMeo-hópsins þegar kom að stolnum bílum. Í hverju mánuði voru rúmlega 100 stolnir bílar seldir frá Justica til Kúveit í gegnum Hussain. Ljóst að Hussain græddi milljónir dollara á þessum viðskiptum. Viðskiptavinurinn hefur jú alltaf rétt fyrir sér og það var ein krafa sem arabarnir voru með og hún var alveg óvíkjanleg. Það var að þeir vildu enga bíla með leðursæti. Þeim var alveg sama af því að það stríði gegn trú múslima eins og við vitum öll að borða bacon eða svínaafurðir. En það stríði líka gegn trú þeirra að sitja í sætum með áklæði sem er unnið úr svínaáð. Stundum rændu þeir náttúrulega bara bílum með leðursætum og skiptu áklæði en það kostar auðvitað pening. Þannig að bílaþjónir þeir fóru að ræna bílum úr hverfum þar sem varu kannski minni líkur að viðkomandi var á bíl með leðursæti. Hvað hverfi eru það? Það eru á þessum tíma sérstaklega ekki mikið af múslimum í New York. En það er annar hópur sem kann ekki heldur að meta svín og það eru auðvitað gyðingarnir. Þannig að þessi bílaþjónir gera þeir eru mikið í hverfum, ríkum hverfum þar sem eru margir gyðingar og þar eru náttúrulega meiri líkur á því að þeir finna bíla ekki með leðursæti. Þannig að staðan er sú á þessum tíma að höfðu átt bifreið sem er ekki með leðursætum eru töluvert meiri líkur að henni verið stolið. En leðursætin voru í raun og veru bara áhrifamikil þjóðvörn á þessum tíma, að minnsta kosti upp á ákveðnu marki. Það var töluverð eftirspurn frá Kúveitunum eftir 4 dyra Chevrolet Capri, Oldsmobile Regency og Buick Electra, en þessar bifreiðar voru vinsælar sem leigubílar, enda amerískir prammar með mikið pláss í skottinu. Einnig keypti lögreglan í Kúveit stolnar bifreiðar af Hussain. Það er hundalega kaldhæðnislegt að einhver bifreið sem Hassiti kaupir í New York endi sem lögreglubifreið í einu af flóaríkjunum, en svona er heimurinn lítill. Það er ekkert nýtt að skipulagðir glæpir séu með puttana í alþjóðlegum bílaþjófahringum. En þá í dag er verið að stela bílum í Bandaríkjunum og selja í öðrum löndum. Það mun ekkert breytast á næstunni. En umfangið sem var þarna í gangi hjá þessum hóp sem DeMeo og Justica stjórnuðu var bara þetta gríðarlega mikið umfang og þetta er langstæðsti bílaþjófahringur í sögu Bandaríkjanna og í sögu heimsins. Hann var stærstur í Bandaríkjunum allavega á 8. áratugnum og ef bílnum þínum var stolið í New York þá eru góðar líkur á því að þeir endi í verkstæðum sem hópurinn stjórna. Í viðtali TJ Ladd talar fyrrverandi Colombo mafíukatturinn Michael Franzese þegar báðum Jaguar sportbílum hans var stolið sama daginn. Franzese hringir auðvitað í DeMeo og biður hann að fylgjast með bílunum og viti menn, þeim er skilað seinna kvöldið og búið að fylla á þá. Þetta er svona ákveðin kurteisi, þú sýnir, þótt hann sé ekki í sömu fjölskyldu DeMeo, þá sýnir þeim þá kurteisi að gera þeim greiða. En já, eins og ég sagði áðan, þetta er gríðarlega umsvifamikil viðskipti. Og meðan Hussain gekk allt í haginn var ekkert að segja þess sama landa hans Daud. Meðan Hussain fær bílana sína ódýra frá Justica og þarf Daud að borga allt upp í topp. Buick Electra var vinsælasta varan og Daud gekk illa að kaupa slíka bíla. Framboðið virtist ekki vera nógu mikið.
Dáð ekki búinn að vera lengi í Bandaríkjunum þegar hann átti sig á því hvernig hlutirnir virka. Á þessum tíma fóru mikið af bílunum í gegnum höfn 292 í New Jersey. Dáð ákveður að fara í vettvangsferð til Jersey niður á höfn og skoða hvort hann geti séð einhverja bíla hugsanlega boðið í þá. Fyrir framan vöruskemmu á höfninni séð Dáð 100 bíla og þar á meðal nokkra tugi af Buick Electra. Í Bandaríkjunum hefur hver bíl svokallað vinnunúmer sem einstakt ökutækisnúmer sem fylgir bílnum óháð eigendaskiptum. Vinnúmerið inniheldur upplýsingar upprunaland, gerð, framleiðsluár og fleira. En Dáð, hann fer þarna og hann tekur eftir því að það hefur verið átt við öll vinnúmerin, en það eru bílarnir stolnir. Og fyrir algjöra tilviljun þá rekst Utica á Dáð við höfnina og þeir fara að rífast. Dáð hótar að fara með máli til lögreglunnar og þannig undirritar hann sinn eigin dauðadóm. Að vera heiðarlegur göfug nálgun, en hún hefur kostað Dáð mikinn pening og núna mun það kosta hann lífið. Utica hringir auðvitað beint í DeMeo og lausn hans við vandamálinu, já, það er fyrirsjáanlegt. Dáð þarf að fara. DeMeo eyðir engu tíma. Hann tekur Arena með sér og þeir fara hérna að hótelinu sem Dáð gistir á, en hótelið var aðeins spölkort frá Gemini-barnum, en þeir hefðu getað labbað þangað, en allavega þeir bíða fyrir utan hótelið og sjá Dáð koma hana og sjá hvað herbyggjan fer í. Svo koma því að láta til skara skriða þá fattar DeMeo hann hafi gleymt hljóðdeyfinu. En þarna er DeMeo, eins og ég talaði um áðan, hann er hálfgerð taugarúga og er ólíkt honum að klikka á svona atriði. En allavega þetta er ekkert eitthvað stórmál, þeir snúa bara við og fara aftur á Gemini-barinn til þess að ná í hljóðdeyfi. En á leiðinni fær DeMeo hugmynd. Akkur ekki leyfa einhverjum úr hópnum að sanna sig og taka morðið að sér. Það var engin skortur af morðingjum í DeMeo-hópnum, svo mikið ljóst. En með því að tengja einhvern af þessum, hvað ég vil segja, svona fringe leikmönnum, þar að segja þessum sem ekki innsta hring DeMeo-hópsins, að gera þá að beinum aðila að morði er verið að leggja fyrir þá ákveðið próf. Richard, yngri bróðir Freddie DeNoms, var sagt að nú væri komið að því, nú þarf þú að sanna þig. Hann yrði að myrða Dáð og þar með innsigla tryggð sína við DeMeo. Arena er á þessum tíma orðinn nokkur sjóaður í launmorðum og DeMeo býður hann að taka Richard DeNome og leiðbeina honum. Arena tekur þessu hlutverki alvarlega, hann fer í ferli með honum. Arena er nú talin verið einn af lötustu mönnum seinustu aldar, en þarna ætlar hann heldur betur að sanna sig. Sko, það er algjör misskilningur þrátt fyrir að þeir hafi myrt allt þetta fólk, þá er morð alveg stórmál, þegar meira segja í þessu umhverfi, og Arena fer yfir með Richard DeNome mikilvægi þess að þekkja og prófa vopni sem er notað í verkefnið, svo labbir ekki hann inn og sért eitthvað óöruggur. En það gengur eitthvað illa. Richard DeNome, hann er farin að reyna á þolrif á Arena. Hann er ekki sami brjálæðingurinn og Freddie bróðir sinn og eru taugaóstyrkur í kringum vopn. Í miðri æfingunni þá vill ekki betur til en Richard skýtur sjálfan sig í hendina og þarf að fara á spítala. Í kjölfari ákveður DeMeo að Richard sé ekki hentugur í verkefnið og nú þarf hann að endurhugsa allt morðið. Sko, það er auðvelt fyrir okkur hérna sófahetjunnar að segja að Richard DeNome hafi verið aumingi eða heimskingi, eins og Capiche segir í bókinni Murder Machine. En það er ekkert allir sem geta myrt annað fólk, sem betur fer. Þrátt fyrir að vera ekki killer material hélt Richard áfram að þéna pening fyrir hópinn og dró sína vikt að því leitinu. Staða hans í hópnum var ennþá tryggð þrátt fyrir að morð væri ekki hans sterka hlið. En á sama tíma verða hlutinir enn flóknari fyrir DeMeo-hópinn þegar þeir dragast inn í innri deilur Gambino fjölskyldunar. Ljóst er að Dáð verður að bíða sinn því nú þarf DeMeo á forgangsraða. Já, þökk sé vankunnáttu Richard DeNomes þegar kemur að skotunum, þá er Dáð komið með ákveðinn gálgafrest því það er alltaf að vera vitlaust í Gambino fjölskyldunni.
Það er nefnilega þannig að þegar maður skoðar sögu mafíunnar er mjög sjaldgæft að glæpafjölskyldur deili sín á milli. Það hefur til dæmis aldrei neina 5 fjölskyldunum farið í stríði við hvor aðra. Það hafa vissulega komið upp deilur sem hafa endað með morðum en aldrei heitt stríð. Stríðin hafa verið köld og afmörkuð. Hins vegar eru deilur innan fjölskyldu mun algengari. Tökum dæmi Colombo fjölskyldan, hún hefur sögulega verið mjög ofbeldisfull og þó aðalega í innbyrðis deilum. Menn rífast hver eigi að stjórna þegar stjóranum stungið inni eða þegar hann deyr. Það eru mismunandi klíkur líka í hverju fjölskyldu, svona factions. Ég hef komið inn á þetta áður en tökum til dæmis Gambino fjölskylduna. Þar erum við í grunninn með 2 stóra hópa kennda við Brooklyn og Manhattan. Það var einmitt Manhattan hópur sem myrti Castellano 85 en Castellano var úr Brooklyn hópnum. Það eru ótal dæmi deilur sem enda með morðum á milli meðlima sömu glæpafjölskyldna og orsakanir eru mismunandi. Langoftast tengist þetta peningum. Einhver á að hafa snuðað hinn og svo framvegis. Á þessum tíma í kringum haustið 79 er Gatsi að finna fyrir því að Castellano er orðinn vel pirraður á vesinni í kringum Demeo-hópinn. Og eftir allt saman þá er það Gatsi sem ber ábyrgð á hópnum. Gatsi er þarna ekki lengur sami trúnaðarvinur Castellano áður. Maðurinn Thomas Bellotti hefur tekið við því starfi og seinna með verður hann underboss fjölskyldunar. En þessi Bellotti, þetta er einmitt sami maðurinn og Gotti myrti ásamt Castellano fyrir framan Spark-steikhúsið 85. Og hvað gerist það? Gatsi, hann er veikari en hann hefur oft verið áður. Hann ræður vissulega yfir þessum morðingjaher. En það vita það allir að það er farið að líta Gatsi hornauga út af þessu vesenni. Eins og í öllum, kannski við getum sagt bara öllum fyrirtækjum, þá þessar glæpafjölskyldur. Þetta er raunverulega bara fyrirtæki. Þú ert með forstjórann sem er í raunverulega ósnertanlegur og eins og einræðisherraða kongur. Það er Castellano og svo eru menn að keppast við það að ná áheyrn Castellano og fá hann til þess að treysta sér. Menn alveg tilbúinir að stinga hvort annað í baki þóttir eigi að vera bræður, innviðir meðlimir eiga að vera bræður og þeir mega aldrei taka afstöðu gegn öðrum innvígðum mafjósa. Þá er samt leynimakk og ráðabrugg bak við tjöldin. Menn að reyna að komast undir pilsvaldi hjá Castellano og vera númer 2 í fjölskyldunni. Margir Gambino menn kvarta yfir Demeo-hópnum til Castellano. Sumar af þeim kvörtunum eiga sér litla innistæðu en aðrar eru vissulega vel réttmætanlegar. Það er ekki eins og það sé skortur á lögmætum kvörtunum þegar kemur að Demeo-hópnum sem eru á hverjum degi að brjóta eru gildi og reglur Cosa Nostra. Eitt af því sem Castellano fær að heyra er það að Demeo sé að selja eiturlyf sem er auðvitað big no-no, eða minnst kosti óleyfilegt á yfirborðinu. Ég hef komið inn á þetta áður en eiturlyfasala og smygl hefur alltaf verið risastór hluti af mafíunni og meðan þess að Castellano sjálfur var óbeint að selja eiturlyf í gegnum Cherry Hill hópinn í Jersey. En það þurfti bara að vera hans forsendum og sér í lagi var þeim illa við þessum gömlu dónum við heroínsala. Það var svona eiginlega versta sem gat gert, selja heroín. En allavega spjótin standa Gatsi og það eru voldur menn innan fjölskylduna sem vilja helst losna við hann. Gambino kapteininn Jimmy the Clam Eppolito er einn af þeim sem að plotta gegn Gatsi og vill reyna að sannfæra Castellano að leyfa sér að myrða hann. Þetta er svo sannarlega ballsy eins og þau segja. Þetta er pínu eins og fara gegn sjálfum myrkrahöfðingjanum. Því allir vita hvað vikt Gatsi hefur á bakvið sig. Þá eru auðvitað að tala Demeo-hópinn og svo Vestige. En Eppolito er ósáttur með viðskipti tengt syni sínum á Gatsi. Vill meina að Junior hafi verið snuðaður. Þrátt fyrir Castellano væri orðinn frekar pirraður á Gatsi og lærisveinum hans þá vóg græðgin þyngra. Gatsi skilaði mun þyngra umslag heldur en Eppolito og endanum er það sem skiptir öllu máli. Castellano gefur Gatsi leyfi að myrða Eppolito feðgana. Það var líka annað sem spilaði inn í þessa ákvörðun en Jimmy Eppolito Jr. hann svindlaði á góðgerðarstofnun sem forsetafrúin Rosalind Carter fór fyrir og máli rataði í blöðin. Þetta var frægt hneyksli.
Það ljósmynd af forsetafrúnni og Junior undir fyrirsögninni Glæpon með mafíutengsl, snæðir með forsetafrúnni. Það ekki nýtt að mafían taki þátt í svona svindlum, en Eppolito og Junior hefði átt að bakka út leið og hann fattaði hver aðkoma forsetafrúnnar var. Við erum að tala með þetta eiginkona valdamesta manns í heimi. Eitt símtal frá reiðum forseta til alríkislögreglunnar getur því meiri átt að vandræði fyrir hvert sem er. Þannig það alveg nokkur atriði sem útskýra afstöðu Castellano í þessari deilu. Þetta risa ákvörðun að samþykkja morð á kapteini og ekki eitthvað sem þú gerir af léttúð. James Eppolito, eða Jimmy the Clam eins og oft kallaður á götunni, við erum talað virtan mafjósa. Þú verður að hafa eitthvað með til að vera mafíukapteinn. Það ekkert óheyrt að mafjósar hafi hoppað fljótt og kannski óverðskuldað upp í kapteinn. Það þá yfirleitt synir donsins eða náin skildmenni. Meira að segja John Gotti var aldrei kapteinn. Þótt hann hefði vissulega farið fyrir hópi eða crew, þá var hann bara eins og DeMeo, hermaður, alveg þar til hann steypti Castellano og hoppaði hana beint upp í doninn. Það vissulega goggunaröð. Kapteinn yfir hermanni, en þetta samt ekki alveg eins strangt og í hernum. Það alveg mörg dæmi að guðfaðir fjölskyldu hafi frekar staðið með hermanni heldur en kapteini, eitthvað sem myndi náttúrulega aldrei gerast í hernum. En já, þessi feðgar, það einu sinni þannig að stundum fellur eplið langt frá eikinni og því miður var sonurinn Jimmy Junior ekki sömu eiginleikum geddur. Junior þótti vera degraður og var ekki vel liðinn bara almennt, hvorki raunheimum né í undirheimunum. Alla tíð hafði Junior getað treyst á það að pabbi kæmi og reddaði málunum. Þannig var það búið að vera alveg síðan í leikskólanum. Og það þetta viðhorf ásamt blindri væntumþykju föðurs til sonar síns sem átti eftir að enda líf þeirra beggja. Því þetta hefði ekki þurft að fara svona. Eins og segi, James Eppolito, voldugur maður en meiri segja kapteinn í Gambino fjölskyldunni getur ekki bjargaði frá Roy DeMeo. Eppolito, eldri, eins og ég sagði áðan, lélur uppalandi en hann var götulærður og hann áttaði sig fljótlega á því að það hafi verið mistök að biðja leyfi til að drepa Gazzi. Þetta var algjör dómgreind skortur hjá honum. Þannig réttilega eru þeir feðgar varir sig og í fyrsta skipti á ævinni Junior hræddur. Hann áttaði sig á því að nú getur pappans ekki skorað niður úr snörunni. Á þessum árum hafði enginn í New York sama skriðþunga á baku sig og Gazzi. Við erum að tala einhverja 20 fjöldamorðingja á spítæl. En Eppolito, við erum ekki að tala einhvern ræfil. Hann hefur sjálfur aðgang að mönnum sem hyggi ekki við að myrða og hann tók ákveðnar ráðstafanir á þessum tíma til að tryggja öryggi sitt enn frekar. DeMeo sjálfur, hann hafði alltaf hatað þessa feðga. Því árum áður þurfti hann að lúffa fyrir Eppolito Junior út af einhverjum bíladíl. Þannig hann var spenntur að kynna honum fyrir Gemini-aðferðinni. Hann talaði þetta við sína nánustu, hann gat ekki beðið eftir að búta þennan fitulung niður. Þetta ekkert nýtt fyrir þá, þeir hafa oft gert þetta áður. Áætlunin var svo að bjóða sættir og lokka þá yfir í Gemini-krána og ganga frá vandamálun í eitt skipti fyrir öll. Þannig að það kemur fundarboð og þeir ákveða að hittast allir, sem sagt DeMeo, Gazzi og feðgarnir á kaffistofu. Hugmyndin var svo að samfara þá að allt væri fyrirgefið og síðan skyldi haldið áfram sáttum á Gemini-kránni, þar sem tvíburarnir og Borelli og Coe biðu spenntir að brýna hnífana og bíða eftir kjötsendingu. Eppolito, já, ég segi þetta enn aftur, engin smáfiskur, hann hákall. Hann hákall eins og Gazzi og hann með morðingja undir sér, en verðmætastu starfskraftar hans voru ekki einhverju brjálaði mafjósar. Eppolito var nefnilega með tromp í formi 2 spilltra lögreglumanna. Frændi Eppolito, Louis Eppolito, komst í sögubækunar sem líklegast spillta lögga í sögu New York-borgar. Þetta eru stóra fullyrðingar en fullkomlega sanngjarnar. Og auðvitað hefur hann samband þarna við frænda sinn, Eppolito, og biður hann að hjálpa sér.
NYPD lögreglumaðurinn Louis Eppolito og félagann Stephen Caracappa unnu reglulega fyrir Eppolito-feðgana og aðra mafjósa. Seinna meir vinna þeir mjög náið með Gaspar Casso úr Lucchese fjölskyldunni. Það er ekkert nýtt að spilltar löggur hafi unnið fyrir mafíuna og önnur skipulögð glæpasamtök. En það hefur enginn, ég ætla bara að leyfa fullyrða það, að minnsta kosti ekki í Vesturheimi, það hafa engir tveir lögreglumenn gengið eins langt og þeir tveir. Það er að segja Eppolito og Caracappa. Til dæmis í eitt skipti þá þetta löngu eftir að þeir eru hættir nánum samskiptum við Gambino fjölskylduna. Þá reynir þarna það er ákveðið svona friction eða það er ákveðið svona kalt stríð á milli Lucchese fjölskyldunar og Gambino fjölskyldunar og John Gotti hann sendir írskan leigumorðingja, það er mynd á honum þarna. Jimmy Heidel minni með hann að veitið, já James Heidel já, og þeir senda hann til þess að drepa Casso en það misheppnast. Sem sagt Casso kemst að hver þetta er og þessi Heidel, þetta maður sem var sig og snarklikkaður. Þannig hann fær bara Caracappa og Eppolito til þess að handtaka hann. Þeir handtaka, stoppa bílinn hans á einhverjum umferðarljósum, handtaka hann og setja hann í járn og hann náttúrulega bara gefst upp, hann býst við að hann verið keyrður á næstu lögreglustöð, en þeir keyra með hann beint inn í vöruskemmu sem Casso á og þar pyntar Casso Heidel til bana. Þannig þetta gerist ekki grófar en þetta. Meira að segja allar þessar löggur sem DeMeo hafði á sínum snærum og þær voru alveg nokkrar. Þær myndu aldrei vilja ganga svona langt. Þannig ég ætla bara að leyfa mér að fullyrða. Þetta eru Louis Eppolito og Stephen Caracappa, þetta eru spilltustu lögreglumenn í sögu minnsta kosti Bandaríkjanna. Já, ég ætla bara að fullyrða það. Já, smá saman Eppolito senior að átta sig á því að Castellano líklegast hallur undir Gacci, sem virkilega slæmt. Hann veit vel að Gacci og DeMeo láta ekki til skara skríða nema með leyfi Castellano. Þannig að hvað að gera? Þeir feðgar íhuga alvarlega að flýja land og skilja allt eftir en stoltið einhvern veginn kæfir allar slíkar hugsanir. Í stað þess að hlaupast undan ákvað þeir að grípa til ráðstafana og hann ákveður bara að biðja þessa tvo spilltu lögreglumenn, Caracappa og Eppolito, að vera viðstaddir á fundinum. Þótt hann sé á almannafæri eru feðgarnir hræddir að þeir verið myrtir annaðhvort inn á staðnum eða fyrir framan hann. Þeir vita vel að þótt að DeMeo sé sturlaður, þá mun hann aldrei láta til skara skríða fyrir framan tvo lögregluþjóna. Þannig að það komið að fundinum og Gacci og DeMeo, þeir mæta hann og sjá strax þessar tvær löggur og það fýkur í Gacci. Hann rýkur strax út. Hann sest ekki einu sinni niður og DeMeo fer eftir honum. Gacci kemur því áleiðis til Eppolito og feðgana að hann sé ósáttur að þeir hafi mætt með lögreglumenn á sit-down eða sátafund. Það ekki takt við áherslur Cosa Nostra. Viljandi gerir Gacci mikið úr viðveru lögreglunar og neitar að tala við feðgana næstu daga. Hann veit að þeir eru þannig ein taugarúa, hann ætlar bara að leyfa þeim aðeins að malla þarna í einhverju hræðslugraut. En Eppolito hann hefur á endanum samband við Gacci gegnum sameiginlegan vin og biður nýjan fund. Fund sem Gacci má skipuleggja eins og hann vill. Bingo, hugsa Gacci, nú undirbúningurinn á hámarki og öll púslin farin að falla saman. Eppolito feðgarnir þeir samþykkja að hitta þá í Gemini-barnum sem eru líklegast hættulegustu fermentarinn í heiminum á þessum tíma. Eina sem feðgarnir báðu var að sameiginlegur vinur, virtur mafíósi að nafni Peter Piacenti viðstaddur og væri sáttasemjari. Piacenti og Eppolito eldri voru æskufélagar og myndu aldrei vinna hvor öðrum megin en þarna vanmeta feðgarnir útsjónarsemi Gacci. Þrátt fyrir að vera líka vinir ákvað Gacci einfaldlega að segja Piacenti ekki frá áætlunum sínum. Gacci hefði alveg getað reynt að sannfæra Piacenti að vera með í ráðum en af hverju taka ykkur áhættu. Piacenti heldur að hann sé að fara á fund í hlutverki sáttasemjara en veit ekki að hann einungis tálbeita fyrir Gacci. Þarna erum við aftur komið, við erum komin svolítið í svona grásvæði hana. Þetta ekki í takt við áherslur Cosa Nostra.
þarna kafteinn að plata Gambino meðlim í ráðabruggi sem miðar að því að myrða annan kafteinn úr sömu fjölskyldu og sonans. Þetta er Castellano ekki ánægð með þetta en það er nú eins og þannig að drullan, hún leggur alltaf niður á við. Gazzi á þessum tíma líklegast 4. valdamesti maðurinn í Gambino fjölskyldunni á eftir auðvitað Castellano, Bilotti og Della Croce. Hann gerir þetta bara svona því að hann getur það. Fundurinn á Gemini barnum settur 1. október 1979. Ippolito-feðgarnir og Piacenti pikka upp Gazzi og De Meo heima hjá Gazzi í Brooklyn og förin heitið á Gemini-krána. Junior keyrir á Ford Thunderbird sínum, Gazzi frammi og aftur í sitja De Meo og Senior með Piacenti á milli sín. Piacenti hefur ekki hugmynd hvað að fara að gerast, hvernig ætti hann að vita það. En á miðri leið þá byrjar eitthvað að kikka inn. Hinn götulærði Ippolito eldri, hann fer að fá efasemdir. Hann hefur umgengist morðingi alla sína ævi og hann þekkir vel svipinn á morðhundum eins og De Meo þegar þeir finna lyktina af blóði. Senior hugsa með sér, ég verð að gera eitthvað. Hann er vopnaður og hann ákveður að hann þurfa að bregðast við að fyrra bragði. Junior hins vegar les ekkert í þessar aðstæður frekar en fyrri daginn. Hann er kamó við Gazzi, algjörlega klúles og ánægður með að loksins getur hann að fara að draga upp gardínunar heima hjá sér. Senior reynir að gefa syni sínu merki en Junior hann brosir bara tilbaka og fattar ekkert. Allt í einu segir Senior syni sínum að stöðva bifreiðina, hann þurfa að pissa. Í stað þess að spila með fer Junior að rífast í pabba sínum og segir að sé bensínstöð handa við hornið en þarna missir Ippolito kúlið og gargar á son sinn að stöðva bifreiðina og þótt Junior skilur ekki fyrir en skellur í skolti þá skilja þeir Gazzi og De Meo hvað þurfa að gerast og það þarf að gerast núna. Junior hann tekur harkalega beygju beint inn í óupplýst húsasund sem er nokkuð veginn það versta sem hann gat gert. Leið og bifreiðin stoppar og Junior setur bílinn í park, skýtur Gazzi hann ítrekað í höfuðið. Blóð, heilaslettur og beinflísar frussast út allan bíl. Samstundis tekur De Meo upp skambyssu og greið Piacenti heldur að hann sé næstur og gargar upp nafn frelsarans rétt áður en að De Meo hleypur af. Kúlan strýkst fram hjá nefinu á Piacenti beint í kjálkann á Senior. Kjálkinn tætist af og sekúndubroti seinna skýtur De Meo aftur í höfuðið á Senior. Þannig að aðeins eitthvað þetta er einhverjar 2 sekúndur og Ippolito-feðgarnir þeir eru allir. Vissulega eru Ippolito-feðgarnir dauðir sem var já tilgangurinn eftir allt saman. En þetta er svo sannarlega engin kjörstaða. Dauður mafíukapteinn og sonur hans í bifreið með 3 mafíósum. Allir 3 eru ringlaðir enda hefur hljóðhimna rifnað hjá þeim í skothríðinu og þeir eru allir útataðir í blóði. Þeir sem hafa eitthvað umgengið skotvopn geta ímyndað sér hvernig það er að vera í litlu lokuðu rými án heyrnarlífa þegar skotið er 4 skotum úr hlaupstuttum skammbysum. Greið Piacenti lítur út eins og honum hafi verið dýft í blóðtunnu, andlitið á honum er eldrautt og það eru heilaslettur í hárinu á honum. Undir þessum kringumstæðum er svo margt sem getur farið úrskeiðis, meiri segja hjá svona reyndum mafíujöxlum. Mafíósarnir þrífa eins mikið af blóðinu af sér og þeir geta en tíminn er skammur. Þeir þurfa að koma sér af vettvangi sem fyrst. Þeir hyggja að bílinn, Nino og Piacenti labba í norður á meðan De Meo fer í gagnstæða átt. Nú má ekkert út að bregða. Þeir eru vægast sagt grunsamlegir í þessu ástandi. Að spásar götu New York-borgar á háannatíma allir út í blóði og heilaslettum og ég veit ekki hvað. Þetta er mismunandi til löndum en lögreglan í Bandaríkjunum þarf alltaf að hafa gilda ástæðu fyrir því af hverju hún hefur afskipti af þeir og undir þessum kringumstæðum er nokkuð ljóst að ef þeir rekast á lögregluþjón í þessu ásigkomulagi mun hann klárlega hafa strax afskipti af þeim. Gengið hefur nú oft haft heppnina með sér og komist upp með allan fjandann, en kannski er núna komið að skuldadögum. Á sama tíma þetta allt saman gerist er 21 árs gamall smákrími að nafni Patrick Penny að keyra fram í húsasundinu. Penny sér út bílgluggann, blóðugan De Meo stíg út úr bílnum með skotvopn í hendi.
Penny, þetta náungi, hann kemur úr undirheimunum og undir venjulegum kringumstæðum hefði hann aldrei skipt sér að þessu. En á þessum tiltekna degi vildi hann gera eitthvað jákvætt, aldrei þessu vant. Heróínfíkillinn og smákriminn Penny hafði nefnilega orðið fyrir því sem hann hélt að væri guðdómleg vitrun. Degi áður hafði hann næstum dáið vegna ofneyslu eiturlyfja og þegar hann rankaði við sér sagðist hann hafa fengið skilaboð frá almættinu að hann myndi bjarga New York frá illum mönnum sem hugðust tortíma borginni. Þar sem Penny þokkalega götulegur skilur hann strax hvað í gangi, leggur bílnum og eltir þá Gatsi og Piacenti fótgangandi. Hann túlkar þetta sem skilaboð frá almættinu að hann ætlar að gera eitthvað gott, hann ætlar að stoppa þessa menn. Fljótlega sé hann leigubíl og Penny biður bílstjóranum að hafa samband við lögregluna í gegnum talstöð. Leigubílstjórinn reynist vera lögreglumaður á frívakt og ákveður að sjálfsögðu að láta til skara skríða. Lögreglumaðurinn stoppar þá félaga og meðar þá byssu. Gerir þetta klassiska police freeze og allt þetta. En Gatsi er ekki á þeim buxunum að gefast upp, snýr sig við og skýtur 3 skotum að löggunni sem í kjölfari svarar skothríðinni. Löggan skýtur Gatsi í hálsinn og mafíukapteininn dettur aftur fyrir sig og missir byssuna á götuna. Piacenti hann reynir að teygja sig í byssuna og þá skýtur lögreglumaðurinn hann í hnéskelina. Þetta búið spil fyrir þá. Gatsi á gamla skólanum. Hann hafði oft hugsað það að deyja út á götu með byssu í hendi. Honum fannst það rómantískt. Gatsi þannig veikburða, það alveg verið að líða yfir hann, búinn að missa mikið blóð og hann reynir að teygja sig í byssuna en það reynist vera strembið. Gatsi þannig við dauðans dyr, lögreglumaðurinn segir við Gatsi: "Ef þú snertir byssuna þá skýt ég af þér hausinn." Dauðinn eitthvað sem Gatsi óttast ekki, en það væri sjálfsmorð að reyna eitthvað undir þessum kringumstæðum. Þannig Gatsi, hann ákveður að gefast upp. Gatsi og Piacenti skutla upp á spítala þar sem gert að sára þeirra. Gatsi heppinn, hann illa haldinn, en sjúkrabíll þarna skammt frá og sjúkraliðar ná að bjarga lífi hans. Það ekkert grín að vera skotin í hálsinn. Þegar koma á spítalann þá áttar lögreglan sig fljótlega á því hvað í gangi. Þeir þekkja Gatsi og seinna með finna líkin af mafíukapteininum og sinni hans. Þannig staðan sú að 2 myrtir mafjósar og aðrir 2 í haldi. Þetta mál bara rosalegt í alla staði. Sérsveitin látið vakta sjúkraherbergi þeirra þar sem lögreglan á í raun von á hverju sem Á sama tíma allt þetta í gangi DeMeo kominn ágætis spöl frá vettvangi. Hann heyrir öllum sírenunum og óttast hið versta. DeMeo hann felur byssuna í ræsi og hringir í sína menn til að sækja sig. Strax daginn eftir reynir DeMeo og Montiglio að heimsækja Gatsi en þeim að sjálfsögðu vísa frá. Einungis eiginkona og börn með að koma í heimsókn. Eftir nokkra daga Gatsi fluttur í sjúkrahúsi á Rækerseyju sem fangelsi sjúkrahús. Byssukúlan föst í hálsinum á Gatsi og lögreglan þeir að bíða eftir því að líkaminn ýti kúlun út úr sér af því að Gatsi hann neitaði læknum að fjarlæga kúluna með skurðargerð. Af hverju gerði hann það? Jú, hann veit alveg að kúlan verður notuð sem sönnunargagn og þess vegna vill hann reyna að fresta ferlinu. DeMeo, hann algjörum bömmir, kennir sér hvernig fór og hann íhugar alvarlega að reyna að frelsa Gatsi með vopnavaldi. En Montiglio og öllum kemur hann niður á jörðina og sannfæra hann að svona James Bond taktar ekki líklega til árangurs eða raunhæfir yfir höfuð. Þannig DeMeo, spjótnin standa á honum, hann þarf að rífa sig upp. Hann getur ekki grenja endalaust yfir Rosenberg. Það aldrei hægt að vanmeta DeMeo, því þunglyndur DeMeo þrátt fyrir allt saman nokkuð greindur náungi og vel fær að leggja höfuð í bleyti og koma með lausnir. Fljótlega fær DeMeo hugmynd sem jú nokkuð raunhæf og gæti vel gengið upp. Málið kemst í fjölmiðla. Þeir sýna þessu morði á Eppolito-feðgunum mikinn áhuga. Það ekki á hverjum degi að mafíukapteinn og sonur hans myrtir á þennan hátt og hvað þá annar kapteinn sé handtekinn eftir skotbardaga við lögreglu.
Fyrirsagnir á borð við reputed organized crime figure slain in car og crime boss wounded in a shootout with police tröllríða öllu. Lögreglan hugsa sig gott í glóðarinnar. Loksins náðu við Nino Gazzi. Eðlilega heldur lögreglan og dómsyfirvöld að þetta veri slam dunk. Af hverju ættu þau ekki að gera það? Ef ykkur ætlaði að veðja hver eru líkurnar á því að Gazzi sleppi frá þessu öllu saman, þá væri sá stuðull mjög hár því að þetta lítur bara mjög illa út fyrir Gazzi. Já, bölsýnn og hugsjúkur DeMeo svo sannarlega betri en enginn og hann ennþá þrátt fyrir allt criminal mastermind. DeMeo fær hugmynd að skipta út byssukúlunni úr hálsi Gazzi fyrir byssukúlu úr morðvopninu sem hann faldi eftir morðin. DeMeo fer og finnur byssuna sem hann faldi í ræðsinu og fer með hana heim. Hann skýtur úr morðvopninu í sundlaugina og sækir kúluna. Vatnið dempar kúluna það mikið að hún tiltölulega heil. Með því að koma kúlunni úr morðvopninu sem notað var á Eppolito eldri til Gazzi vonast DeMeo til þess að þannig verði hægt að skapa ákveðinn vafa í málinu. Sagan sem Gazzi á að koma með sú að sami maður og drap Eppolito feðgana hafi skotið sig í hálsinn en ekki lögregluþjónninn. Þar sem Montiglio í raun stjúpsonur Gazzi fær hann að heimsækja frænda sinn á sjúkrabíðinu. Montiglio geymir kúluna upp í sér í smokki og þegar enginn horfir til laumar henni til Gazzi. Settum kvöldi fer Gazzi á klósettið, stingur puttanum inn í hálsinn og kroppar kúluna úr sárinu. Hann sturtar kúlunni niður í klósettið og þar með mikilvægu sönnunargagni fyrir ákæruvaldið. Gazzi kallar lögreglumann sem stendur vörð fyrir utan sjúkrastofuna og lætur hann fá byssukúluna sem Montiglio hafi smyglað inn. Áætlunin gekk upp, en spurningin auðvitað sú hvort þetta sé nóg. Við erum ennþá með 2 vitni sem þarf að sjá Morð og ofbeldi auðvitað stór hluti af mafíunni og öllum glæpasamtökum. DeMeo-hópurinn var blóðþyrstur og þeir hafa oft leyst svona vandamál bara með einni kúlu í hnakkann. En Gazzi, hann kemur þeim boðum áleiðis til DeMeo-gengisins að nú eigi að taka fram veskið, byrja að múta mönnum, smyrja hjólin. Joey Testa, hann þekkir einhverja löggu sem vinna með lögreglumanni sem skaut Gazzi og hann kemur því áleiðis til löggunnar að 1 stykki minnisleysi yrði verðlaunað með háum fúlgum. Við erum að tala það mikið peninga að löggan gæti fara á eftirlaun og þurfti að minnsta kosti ekki að múnlæta meira á leigubíl. En löggan, hún bara segir þeim að éta það sem úti frýs. Kemur ekki til greina að bera við minnisleysi. DeMeo og félagar, þeir eru raunsæir. Það ekki inn í myndinni að drepa þennan lögregluþjón. Að minnsta kosti ekki strax. Einnig flækir að stöðuna að bæði löggan og vegfarandinn Patrick Penny eru undir vernd sérsveitar lögreglunar. Þetta erfið staða. Kúlan ein og sér líklegast ekki nóg til að sýkna Gazzi. Show must go on. Þótt Gazzi sé í varðhaldi þarf að halda glæpaskútunni gangandi. Castellano býst áfram við þykku peningaumslagi í hverri viku frá hópnum og Guðfræðin nú þegar nógu pirraður út í hópinn svo DeMeo, hann þarf að vera á tánum. Allt umstangi í kringum morðin á Eppolito feðgunum slæmt fyrir Gambino fjölskylduna. Vissulega samþykkti Castellano morðin en þeir áttu að hverfa hljóðlaust. Skotbardagi við lögregluna í miðri New York í andstöðu við allt sem heitir Cosa Nostra. Ekki það mafíunni sé annt lögregluna, þá þetta bara bad for business. Almennt mafían eru þeir ekki í því að myrða lögreglumenn og glæpamenn hafa verið myrtir af mafíunni fyrir að beita lögreglumenn ofbeldi. En það vissulega undantekningar á þessar reglu og dæmi að jafnvel stjórar hafi látið drepa lögreglumenn eins og þeirra Joel Cacace fyrir konsileri eða ráðgjafi Colombo fjölskyldunar lét drepa lögregluþjóninn Ralph Dawes vegna þess að hann byrjaði með og seinna giftist fyrir meginkonu hans. Colombo fjölskyldan, já, þeir hefur alltaf verið svolítið villtir og það kannski ekki tilviljun að þeir eru núna í dag langveikasta fjölskyldan.
Glæpastarfsemin heldur áfram. Fyrsta mál á dagskrá hjá Dimeo er að losa sig við bílasala frá Kúveit, herra Khalid Daoud, sem búinn að gefa það út að hann ætli að vitna gegn Justica og bílaþjófahringnum. Aðeins nokkrum dögum eftir morðin á Eppolito-feðgunum Dimeo byrjar að plana morðið á Daoud. Á þessum tíma, við erum að tala haustið 79, Freddy Dinome farinn að taka meiri beinan þátt í ofbeldinu. Yngri bróðir hans Richard búinn að fá sitt tækifæri, en nú vill Dimeo að Freddy taki morðið að sér. Freddy Dinome búinn að vera mikið í burtu undanfarin ár, þar sem hann reyna að sjá fyrir sér í kappakstri. Ferill hans sem rallybílstjóri fer ekkert vel af stað, hann staðnaður, þannig að Freddy hann kemur tilbaka og vill núna taka skrefið til fulls. Hann sér peninginn sem Dimeo hópurinn að koma með og nú vill hann bara komast inn í einan innsta ring. Dimeo hann veit að þetta treysta á Freddy og er himinlifandi með að fá hann. Bara þrátt fyrir allir svona kost og galla. En Dinome fjölskyldan var öll snarklikkuð og Freddy var sá allra klikkaðasti. Nú bara sjá hvort hann geti skipulagt og framkvæmt morð. Daoud veit ekkert hver Dinome og þeir hafa aldrei hist. Dinome ákveður að hafa samband við Daoud og segist vera með nokkra nota Chevrolet Caprice bifreiða til sölu. Á þessum tíma var Daoud einmitt að leita að slíkum bílum og samþykkir að hitta Dinome á bifreiðaverkstæði hans í East Flatbush í Brooklyn. Rétt áður en þeir kveðjast segist Daoud að viðskiptavini hans muni koma með honum, maður nafni Ronald Falcaro. Daoud skellir á áður en að Dinome nær að svara. Nú komum við vandamál, hugsar hann, ég get ekki fara að drepa hennan Falcaro líka, eða hvað. Dinome, hann hittir Dimeo og segist til að fresta morðinu þar sem Daoud ekki einn. Dimeo glottir og segir ákveðið við Dinome, hvert vandamálið? Þú drepur bara að báða, 2 fyrir 1. Vító hjálpaðir og engin mistök í þetta skipti. Capiche? Dimeo sér á svipnum og Dinome að hann taugaóstyrkur. Þá segir hann við hann, jæja, ok, ég skal koma með þér og Borelli. Við mætum hann allir bara. Freddy honum létt. Dimeo sér við hlið mun ekkert fara úrskeiðis. Kvíðinn sem hafi þróast með Freddy breyttist í tillökun. Hún hlakkar til að komast inn í innsta ring hópsins og gera þetta allt með vinum sínum og fyrirmynd Dimeo. Grunlausir Daoud og Falcaro mæta seinni partinn á verkstæði. Arena og Dinome taka á móti þeim og hleypa þeim inn. Þar inni komu skjóta Dimeo og Borelli tvímenningarna til bana. Útrás Daoud til Bandaríkjanna endar þarna 12. október 1979 á skítugu verkstæðaskóla í Brooklyn. Daoud og Falcaro eru dauðir, en kvöldið rétt að byrja. Borelli lætur sig hverfa. Hann má skrópa þeirra Gemini aðferðin annars vegar. Tvíburarnir mæta á svæðið og þá má verkunni byrja. Allir eru þeir reyndir á þessu sviði nema auðvitað Dinome. Fyrst við sinn langar Dinome að hlaupa út þegar hópurinn byrjar að saga líkið niður en fljótlega róast hann. Hann verður ofrólegur. Til þess að gangi auguna á yfirmanni sínum gott að sýna frumkvæði og það einmitt það sem Dinome gerir. Formálalaust þá grípur Dinome í exi og byrjar að hakka það sem eftir af Daoud. Þetta gerir hann hlæjandi með brjálæðis glampa í augunum. Restin af hópnum stoppar til að horfa á hamingjusaman Dinome brytja Daoud niður. En sjúkt og það hljómar, þá eru þeir heillaðir af nýliðanum og framtakssemi hans. Hugfanginn Dinome tekur eftir því að allir eru að horfa á sig og ákveður að sjokkera þá. Hann sker tittlinginn af Daoud og treður honum upp í munninn á afsöguðu höfði hans. Allt meðan hann skellihlæjandi. Yfirslátrarinn Dimeo hrifinn af því sem hann sér. Dinome náttúral. Við alla þessa athygli espast Dinome upp eins og lítið barn sem búið að sýna neikvæða athygli. Hann sker eyrað af Daoud og hleypur verkstæðið ásamt því að þykjast tala í eyrað. Í miðjum fíflalátunum hrasa Dinome og missir eyrað niður í rist sem á gólfinu.
Nú er Dynamo hættur að hlæja þar sem hann finnur ekki eyra. Það er týnt í öllu olíuslammin undir gólfinu. En að lokum finnur skömmustulegur Dynamo eyrað og því er pakkað inn með restina af líkamshlutunum. Þrátt fyrir þetta smávægilega óappan undir lokin þá stóð Freddi Dynamo sig vel. Hann er efnilegur. Nú búið að pakka líka honum inn eins og hverju örðu kjötrusli. Þetta er allt saman snyrtilega pakkað og tilbúið til að fara á haugana. Frændi Senders maður nafni Antoni Vulpes vinnur á öskubíl. Hann kemur og sækir líkamsleifarnar og dömpa þeim auðvitað í Fountain Avenue landfyllinguna sem er á þessum tíma að breytast í fjöldagröf. En Antoni Vulpes og sonur hans, Junior, urðu seinna ríkir á endurvinnslu, auk þess sem að vera með puttann í hinum og þessum glæpum. En feðgarnir komust í fréttina núna bara fyrir nokkrum árum síðan þegar það uppgötvaðist að þeir höfðu borgað í kosningasjóð Eric Adams, núverandi borgarstjóra New York borgar. Þetta þótti vera mikið hneyksli. Nú kemur það sér vel fyrir Gatsi að vera hluti af Gambino fjölskyldunni. Bestu lögfræðingar borgarinnar setja allt í botn til að reyna að sannfæra dómaranum að leysa Gatsi úr haldi gegn tryggingu og það heppnast. Kom öllum á óvart. Herrunum er ótrúlegt að hugsa til þess og eðlilega grunar mönnum þarna að maðku sé í misunni. Sögusagnir fara á kreik að dómarum hafi verið mútað, en það hefur aldrei verið sannað. Þótt maður hafi ekki hugmynd það, þá allavega hefur annað eins gerst. Það er ekkert óheyrt að mafían hafi getað haft bein áhrif á réttarhöld með mútum og hótunum ofbeldi. Á sama tíma eða í kringum ársbyrjun 1980 er Montiglio alveg að fara yfir Hann er orðinn heróínfíkill ofan í allt hitt. Hann hverfur oft dögum saman og hjónaband hans hangir á bláþræði. Skilnaður er kannski ekki það versta sem getur komið fyrir Montiglio. Ef Gatsi hættir að treysta litla frænda sinum, mun hann enda í Fountain Avenue eins og allir hinnir. Gatsi ætlast ekki til þess að allir hans undirmenn sé eins og hann, en auðvitað má stundum alveg sleppa sér beislinu. En skemmtanalífið má aldrei yfirtaka þær skuldbindingar sem Gatsi leggur á sína menn. Í eitt skipti til dæmis þarna á þessum tíma er Montiglio sendur til Atlantic City að rukka skuld fyrir frænda sinn. Þegar hann kemur á staðinn mætir honum hálfnakin Anneka de Lorenzo, playboy fyrirsæta og B-myndaleikona. Hún býður honum inn í partíið sem stóð yfir næstu daga. Á meðan er Gatsi og auðvitað fjölskyldan öll skítrædd. Þeir halda Montiglio hafi verið handtekinn eða jafnvel myrtur. Hann mætir svo nokkrum dögum seinna algjörlega út úr heiminum og man ekkert hvar hann var og búinn að týna peningnum. Aðeins nokkrum dögum eftir að Gatsi kom heim, eftir að hafa greitt tryggingu, missir Montiglio meðvitund í miðri fjölskyldumáltíð. Sjúkrabíll kemur og ljóst er að Montiglio er hætt kominn vegna ofneyslu eiturlyfja. Eftir nokkra daga á spítala kemur Montiglio aftur heim og hittir svo Gatsi í byrginu kvöldið. Það kom Montiglio óvart hver rólegur Gatsi var eftir þetta allt saman. Ofsóknaráður Montiglio túlkar það auðvitað á versta veg, eðlilega kannski, og nú er hann viss það að hann muni verða myrtur. Hann er Montiglio er alveg hættur að treysta frænda sínum. Á sama tíma var Montiglio Borelli reka og náungi sem kölluðu Bussi með smá aukabusiness. Þeir kúguðu næturklúbba og bara í Bronx og neyddu eigendur þessa klúbba til að hleypa inn eiturlyfjasölu sem allir borguðu Montiglio kóf fyrir. En eiturlyfjasalar voru nú áskrift af ákveðnum klúbbum, þannig þeir fengu einkaleyfi til að starfa í þessum klúbbum. Það var ekkert hver sem þorði að bjóða þessum mönnum byrgin. Borelli gæti á þessum tíma flokkast undir sem fjöldamorðingi og Montiglio er útúrlyfjaður sérsveitarmaður. Flestir sögðu bara strax já og amen. Þeir gerðu líka, þeir voru með alls konar, þeir voru að ræna og kúga eiturlyfjasala og eitt skipti ryðjast þeir inn í íbúð þar sem vitað er að eiturlyfjasala fer fram. Þeir berja dílerana og tróða byssunum upp í kjaftinn á þeim með þeir borgi ekki.
Í miðjum látunum sér Montiglio konu eina sitja á rúmstokknum inni í svefnherberginu. Þessi kona virtist ekki láta þessa heimsókn slá sig út af laginu, enda var hún undir áhrifum sterkra deyfilyfja. Lyf sem heita Quaaludes voru vinsæl á 8. áratugnum og þessi kona reyndist vera með tengsl hjá lyfjasala. Montiglio byrjar að tala við konuna sem segist heita Cheryl Anderson og sé yfir þessari starfsemi. Í kjölfarið hefja þau samstarf og tíma verður Anderson ein af frillum Montiglios. Cheryl Anderson var á þessu tíma þekkt sem Quaalude drottning New York borgar og með stuðning Gambino fjölskyldunar myndi enginn dirfast að fokka í henni. Svo lengi sem hún borgar upp píramídann heldur hún áfram að vera drottningin. Fyrst við erum að tala aðeins Quaaludes þá mjög fyndið atriði í myndinu Wolf of Wall Street með Leonardo DiCaprio. Þar sem nokkrar af einmitt aðalsöguhetjunum eru vægast sagt skrautlegar undir áhrifum þessara deyfilyfja. Ég held að sé búið að banna framleiðsluna á þessum lyfjum. Ég er nokkuð viss en þessu lyfi var misnotað árum saman. Þrátt fyrir að þéna peninga sem aldrei fyrr er Montiglio bara rétt fyrir ofan núllið í lok hvers mánaðar. Hann er vissulega að þéna en afar fáir hafa efni á að lifa svona rokkstjörnu lífstíl. Gamla klisjan, það er nú einu sinni þannig að það er auðveldara að eyða peningi en afla þeirra. Á svipuðum tíma og Gatsi losnar úr gæsluvarðhaldi er Matti Rega og Cheryl Anderson handtekin í leynilegri aðgerð fíkniefnalögreglunnar. Lagt er hald á heilan helling af Quaaludes, við erum að tala nokkur 100.000 töflur. Þetta er risaböst. Rega og Anderson mega búast við þungum dómum ef þau eru sakfelld. Það er samt ekki fangelsisdómur sem þau hræðast mest, bæði eru þau reynd í undirheimunum og vita alveg hvernig mafían bindur lausa hnúta þegar kemur að svona málum. Þau borga tryggingu og eru leyst úr haldi. Anderson hún stingur strax af og brýtur þar af leiðandi skilorð. Hún hefur ekki í hyggju að bíða og vona það besta. Rega hins vegar ákveður að bíða og takast á við dómskerfið. Fljótlega er Rega boðar á fund með Gaccio Di Meo. Rega skuldar þeim $200 og þeir vilja rukka sem mest af því áður en hann fer hugsanlega í fangelsi. Rega er kókaus og eyðslukló en ásamt eignir, hús, bílasölur og einhver önnur fyrirtæki. Ég talaði þarna í öðru myndbandi. Rega, hann var slúðurberi og hælbítur. Þótt hann og Montiglio hafi verið vinir ákveður hann að ljúga upp á hann. Já, öllu heldur. Ég ætla kannski aðeins að bakka og segja frekar samkvæmt Montiglio ákvað Rega að ljúga upp á hann. Það er ekkert útilokað að Rega hafi verið að segja satt þegar hann tjáir Gaccio Di Meo að Montiglio hafi eytt $30.000 sem hann átti að væra þeim. Við verðum að muna að sagan af Gaccio Di Meo genginu er að mestu leyti skrifuð af Montiglio og hans vitnisburði, þannig það er erfitt að ráða í hvað er rétt og rangt í þessu samhengi. En allavega, alveg sama hver hefur rétt fyrir sér í þessu máli, þá er þetta neyðarástand. Þú stelur ekki frá Gambino fjölskyldunni þótt frændi þinn sé kafteinn. Eða þarf að rannsaka þetta og Gatsi þarf að ganga á frænda sinn. Í gegnum árin hefur Montiglio náð milljónir dollara fyrir frænda sinn og aldrei neitt vesen, það mun 100% vinna með honum. En hins vegar er Montiglio á þessum tímapunkti eitulega fíkill og Gatsi veit alveg hvaða eiginleika sú fík dregur fram í mönnum. Þeir frændur funda og Gatsi segist trúa Montiglio. Þó þú sért að haga þér eins og fáviti þessa stundina trúi ég ekki þessu upp á þig, segir Gatsi við frænda sinn. Það sem flækir málið enn meira er að faðir Rega er meðlimur í Genovese fjölskyldunni, annars hefðu þeir eflaust bara drepið hann. Þar sem önnur glæpafjölskylda dregst inn í málið þarf að setja upp opinberan fund eða sit-down eins og það er kallað. Doninn sjálfur Castellano þarf að vera viðstaddur sem og fulltrúi frá Genovese fjölskyldunni. Svona deilumál sem tvær fjölskyldur eigi hlut þarf að leysa undir ákveðnum formerkjum. Ef það verður metið þannig að Rega eigi að vera myrtur mun Genovese fjölskyldan sjálf þurfa að gera það. Þeir þurfa að minnsta kosti að samþykkja ferlið.
hugmyndin er sú svona oftast að hver fjölskylda taki sjálf til í eigin bakgarði. Þótt Reka vinni miklu meira með Gambino og mönnum hann tæknilega tengdari Genovese fjölskyldunni í gegnum pabba sinn. En á fundinum í raun ákveðið að bara gera ekki neitt. Castellano var alltaf með soft spot fyrir Montiglio og hafði þekkt hann alveg síðan hann var gutti. Gazzi tók hann oft með sér, bara, þú veist, til Castellano og Montiglio, hann söng fyrir hann og Castellano gaf honum, þú veist, túkall eða eitthvað og hann bara, Castellano, hún gat ekki hugsað sér að yrði farið illa með Montiglio, þrátt fyrir ástandið á hann. Og eftir fundinn þá tekur Castellano Montiglio eintal og segist trúa honum en bannar honum á sama skapi að hefna sín á Reka. Vissulega Montiglio létt þarna en á sama skapi hann farinn að sjá mun á Gazzi og hvernig hann talar við sig. Borelli missir út úr sér við Montiglio á okkur djamminu að hann hafi heyrt með og ráðleggja Gazzi að myrða frænda sinn. Hann út úr kókaðar hellir Montiglio sig yfir De Meo í vottaviðurvest, kallar hann öllum illum nöfnum og það síður á De Meo, en hann getur ekkert gert þar til Gazzi gefur leyfið. Svo náttúrulega rennur af Montiglio hann einhverjum dögum seinna og hann hugsa bara með sér bara, þú veist, hvað var ég að spá, sko. Hann græðir ekkert á því að reyta De Meo til reiði. Allt þetta eykur enn á ofsóknarbrjálæðið og vænisýkina. Hann íhugar hann á þessum tímapunkti alvarlega bara að stinga af frá öllu. Ekki nóg með að De Meo sé reiður út í hann, þannig Montiglio að pirra tvíburana allverulega. Þannig málum vexti að morgun eitt fer Montiglio út og hann tekur eftir því að búið að stela Mercedes bifreið hans og hann ríkir í tvíburana og biður þá að finna bílinn sem þeir gera. Þeir koma með hana strax kvöldið. En þeir segjast vilja fá $500 frá Montiglio þar sem þeir þurftu að kaupa bílinn frá þjóðunum. Þetta er ekkert mikill peningur, þetta er bara smáttarið með hver tjónið er. En Montiglio segir bara nei, bara fokkið ykkur. Ég ætla ekki að fara að borga fyrir bíl sem vinir ykkar stálu, segir hann við þá. De Meo hefur samband við Gazzi og kvartar fyrir hönd tvíburana. En þrátt fyrir allt saman þá stendur Gazzi með frænda sínum. Hann segir De Meo að í þessu tilfelli hafi Montiglio rétt fyrir sér. Það hefði aldrei átt að borga fyrir bílinn heldur bara taka hann tilbaka. Sem alveg rökrétt afstaða og það hefði örugglega verið hægt að sannfæra bílaþjónum að skila bara bílnum. En De Meo og tvíburarnir eru ósáttir, vægast sagt ósáttir. Og þetta ákveðin dómgreinda skortur hjá Montiglio. Rétt skal vera rétt og allt það, en á þessum tímapunkti að vera að taka þennan slag, borga þeim bara og þá eru minni líkur að þeir gera eitthvað við þig á móti. Ekki nóg með að Montiglio sé búinn að pirra hættulegasta mafíóp í sögu Cosa Nostra, þá spyrst það út að hann að selja heróín. Það er eitt að selja eiturlyf en heróín er sérstaklega slæmt í þessu samhengi. Ef Castellano heldur að Montiglio sé heróínsali mun hann vera myrtur, bara 1, 2 og 3. Þessar sögusagnir komu eflaust frá Reka og menn ekkert alveg sammála hvort það séu sannar eða ekki. Þótt hann sé næstum aldrei edrú skynjar Montiglio breytingu í fari Gazzi. Gazzi kaldlyndari og næstum allt sem hann segir við frænda sinn litað af kaldhæðni og hroka. Eða Gazzi þarna pirraður, hver væri það ekki? Kvöld eitt sitja þeir frændur á sumbli og Gazzi orðinn pínu fullur, eitthvað sem gerist nú ekki oft. Eins og allir vita þá losar áfengi ákveðnar hömlur og Gazzi segir við Montiglio blákalt: ef þú væri ekki frændi minn þá væri búið að myrða þig. Montiglio þarna nú alveg nógu ofsóknar óður fyrir og hann veit vel ef Gazzi fær nóg af honum þá allt búið. Þegar heim komið brotnar Montiglio saman fyrir framan eiginkonu sína Denise. Denise hefur heldur betur þurft að þola ýmislegt og segjum bara hlutinni eins og þeir eru. Hún allt of góð fyrir Montiglio. Hún hins vegar líka ástfangin og eiginmaður hennar allt. Með grátandi eiginmann sinn í fanginu segir hún: af hverju stingum við ekki bara af? Bara stingum af frá öllu saman.
Denise hefur áður ýjað að þessu en þarna svarar Montiglio í fyrsta skipti bara já, förum, stingum af, förum til Kaliforníu, sem er einmitt það sem þau gera. Montiglio safnar saman öllu þeim peningi sem hann á og fjölskyldan fer beint út í bíl og leggur af stað til Kaliforníu. Montiglio skilur eftir miða til Gazzi þar sem hann útskýrir ástæðu þess af hverju hann hafi stungið af. Fyrir fíkla eins og Montiglio getur verið gott að breyta umhverfi. Þegar allt kemur til alls bjargaði þessi flutningur líklegast lífi hans. En þótt það séu fáir mafíósir í Kaliforníu er nóg að eitilum þar eins og alls þar annars staðar. Og þegar hann sest að í kringum San Francisco, Bay Area, þá byrjar hann strax á sama lífstíl. Montiglio kúar eiturlyfjasala og safnar saman hópum af bandítum sem allir halda hann sé ennþá með tengsl við Cosa Nostra. Hann mætir hann dökkur, töffari, gamall sérsveitarmaður með Brooklyn hreim og ítalskt nafn. Það er allir bara allir Kalifornía hippan er bara wow, þetta er einhver rosa gaur að austan. En það sem gerist er það, já, hann heldur bara áfram, hann er bara glæponni, hann er með sitt crew og er í raun bara að gera svipaða hluti. Hann var að gera hana með Borelli og fleirum, kúa eiturlyfjasala. Og 3 árum eftir þetta, 1983, þá þarf hann að fara til New York til þess að rukka skuld. Og Montiglio notar DeMeo nafnið til þess að ræða skuldarann. En það sem Montiglio vissi ekki á þessum tímapunkti var það að þarna er búið að myrða DeMeo. Í kjölfarið er hann handtekinn, hann 83 og settur í varðhald á Rækiseyju og í varðhaldi hittir hann fyrir tilviljun vin sinn frá Harlem, mannanafni Gene Green úr samtökum Nicky Barnes, mjög öflug samtök heroínsala í Harlem. Þeir keyptu mikið af heroíni frá Lucchese fjölskyldunni og seldu í gegnum Pizza Connection og fleira. Og þessi Gene Green, þetta er einmitt sami maðurinn og Montiglio seldi stolnu lögregluskambissunar nokkrum árum áður fyrir DeMeo og þeir þekktust ágætlega. Green segir við Montiglio að Ítalarnir viti af honum hann inni og þeir ætla að láta drepa. Green spyr Montiglio hvort hann þurfi ykkur aðstoð. Montiglio segir nei og það sem Montiglio gerir hann fer beint í tíkallasímann og hringir í FBI. Í kjölfarið vitnar hann gegn Gazzi, Castellano og Gambino fjölskyldunni, en betur á því seinna. Þá er 8. hluti búinn og heldur betur margt búið að gerast. Við höldum áfram með hluta 9 vonandi fljótlega og sjáum hvernig DeMeo reiðir af, en alla 9. áratuginn er leiðin bara niður á við fyrir hópinn. Takk fyrir mig í bili.